Skipta skoðanir mínir einhvern mál. Mér finnst það svo ótrúlega mikilvægt. Legðu þitt að mörgum til að gera beðið betri stað. Er þetta eitthvað sem Silja Brím Yes. og Eva María Mattadóttir þjálfarar eru með svona normið sem er kannski yfirheiti yfir bara podcast og fyrirlestra og síðan eru þið með, þeir eru frumkvölar, þeir eru að gera ýmislegt og ég geti talið upp ýmislegt en ég lít svona fyrst og fremst á okkur sem svona liðsfélagar sem brenna fyrir því að gera heiminn að betri stað. Það er svolítið rétt. Það ekki? Með góð lýsing. Ég er búin að vera mjög spenntur að fá okkur og ég vil bara henda mér beint í þetta og sjálfsögðu þá býð ég ykkur að botna þetta. Normið er. Það er ekkert norm. Ég myndi segja að normið er ekkert ákveðið. Ég heyrði setningu daginn sem að var, þú ert ekki það sem þú heldur á sért eða það sem aðrir halda á sért, þú ert það sem þú heldur að aðrir halda á sért. Þannig að meltu þetta, þú veist, það er allt svo fluid, það er allt svo flæðandi og þú veist, heilin er alltaf bara að mynda sér eitthvað norm og það má bara alltaf efast hvort að það sé staðreynd eða eitthvað sem hægt að breyta. Normið er það er ekki eitthvað fast mót og kannski ekki til eins og þú sagðir. En það er svona sem hugmyndin var að því, þú veist, að augra þessu samfélagslega viðurkennda normi og það er það sem við erum svolítið að gera og okkur finnst líka gaman að búa til ný norm og svona að þetta þessi hugtaki miklu meira flæðandi heldur en svona gengur að gerist að fólk heldur að sé, sko. Held ég. Já, þetta er bara góð spurning, þú veist, hvað er venjulegt og hvað er normið? Af því að, þú veist, maður er alveg hefur tilhneigingu til að gera hluti sem kannski normið gerir ekki, en er það ekki bara alveg eins, af hverju er það ekki normið? Af hverju er það ekki normið mitt? Og svo verður það allt í einu eitthvað norm þegar að hópur af fólki byrjar að gera sömu hlutina, þú veist, sem er samt öðruvísi og eitthvað, þannig að það verður svona, það mjög áhugavert hugtak og svolítið svona stolt af þessu nafni, þú veist, að þetta representir svona okkar konsept. Er ekki líka bara, þú veist, ef maður ekki alltaf að uppfæra normið? Ef maður er viljið til þess að, þú veist, líta okkur til þess að vaksa eða eitthvað svo leiðis. Ef maður hefur ekki alltaf að, hvort sem maður brennur sig á einhverju eða maður fær einhverja nýjar upplýsingar, maður prófar eitthvað nýtt eða maður finnur að eitthvað er meira maður sjálfur. Er maður ekki alltaf að, ég segi stundum að maður sé alltaf út lífið að láta okkur eiginlega deyja við sig sem er ekki þessu virði og láta okkur annan endurfæðast í staðinn. Mér finnst þetta bara, er svolítið svona táknum að vaksa og mér finnst oft líka ef þú talar um að ég er innan normsins þá finnst mér bara standa hjarðhegðun og mér finnst ennunar, við viljum ekki, þú veist, og ég er ekkert að segja það sé slæmt, við erum náttúrulega bara lífverur og viljum halda okkur innan einhver ákveðs ramma en ef við erum alltaf innan ramman svo vöksum ekki þá svolítið vissnum við, held ég með tímanum, þannig að svona okkur finnst svo gaman að augra þess og taka alls konar málefni eins og inn í norminu sem að svona opna hausinn og bara svona gefa okkur svona svolítið svona ok, að hugsa aðeins hlutina þessu og líka bara þegar við fáum fólki viðtöl alls konar fólk, að svona þess að heyra þeirra norm og hvernig þau eru að gera hlutina og hvort það sé þetta tilenga það sem þau eru að gera til þess að vaksa enn frekar þú veist, þannig að þetta er svolítið svona það sem við erum að vinna með Hvað þarf að hafa í huga til þess að þú veist, til langar kannski gera eitthvað þegar, þú veist, þú ert með einhverja að hafa hugrekki í það að feta þessa nýju leið, fattar mig, en ekki vera að fylgja en þú segir, við fáum öryggi því að við gerum eins og aðrir og það er viðurkennt og svona, en þú veist, það er líka óþægilegt að gera eitthvað bara þú hafa viðurkenning þegar þú finnur það ert ekki þú sjálfur. Þú veist. Ég finn einhvern veginn oft hjá fólki og af því við fáum líka fólk til okkar í bara ráðgjöf og þjálfun einstaklings og í hópþjálfun, þú veist, í deil, kanningi og allt það. Mér finnst þetta oft enda þar að sjálfsmynd viðkomandi er bundin við aðra. Þú veist, að viðkomandi veit ekki nákvæmlega í grunninn hver hún er, þú veist, út frá eigin sjónarhorni og eigin jákvæð og sterkar sjónarhorni. Það er einhvern veginn svona, þú veist, shaky sjálfsmynd og það er óbúslega erfitt að ætla eitthvað að ryðja sinn eigin veg, þú veist, og fara vaða ómókaða snjóskablinn, þú veist, en maður veit ekki nákvæmlega hvernig maður stendur sem fastast í lappirnar sjálfur. Mér finnst þetta líka alveg góða punktur í Evu líka bara að þú veist, þetta er ofta að fylgja álið annara
og ég hef alveg fundið að vera þeirri vegferð að fylgja álit annara og mér finnst hægt og bítandi að deyja innan, sko. Það bara, ég hef alveg fengið svona, mér finnst ég að ganga skjön við allt sem langar, mér finnst ég svo fugl í búri. Og mér finnst það heila verri tilhugsun heldur en að taka hugrekkisskrifu og bara fljúga. Þú veist, og ég veit að það ógeðslega óþægilegt, en mér finnst heila óþægilegt að finna að ég að visna upp, bara, að innan, finnst mér. Og ég hef alveg oft, þú veist, ég hef alveg hangið þarna í einhver 2 ár og fundið að þetta byrja svona smá kvísl í eyrað, bara svona, þú ert ekki alveg réttir leið, þið langar ekki að gera þetta, en svona, jú, þetta er samfélagslega viðurkennt, þetta er normið, þú bara lappar þessa átt, þetta er bara allir að leiðin í þessa átt. Fólki finnst þetta rétt. Þetta er fólki, þetta er réttast í stöðinni, þú verður að taka faglega ákvörðun og þetta er það, eitthvað svona, svo heldur áfram, svo byrja bara röddin bara öskra og ég var fann að gera það, veist, ég fann það á tímabili að hún var bara öskri, ég gæti ekki sofið. Ég var bara, og það er oft þetta sem maður að bylta svo nóttunni, bara, hvað er ég að gera í lífið mitt? Af hverju er ég bara, halló? Sannleikurinn er bara að heldtaka mann og maður er svolítið svona, og mér finnst, sko, og ég held út frá því að hafa einmitt lifa svona og tekja, síðan, þú veist, brotist út úr því, er að þú veist að sásökin að vera svona í langan tíma og eyða svona miklum tíma í að vera ekki sáttur það sem er að gera, það er einhver versta tilfinning sem ég upplifað og ég bara mun aldrei gera það aftur. Þetta er ástæðan fyrir að fólk talar að týna sér. Já. Þú veist, það týnist inn í einhverju svona og það er, veist, mér svo áhugavert að pæli sko, þetta með áliti annara og að því maður býr það til í haustum á sér, maður veit ekkert nákvæmlega og getur ekkert sagt mér að þetta sé staðreynd að þessum finnist þetta þig. Þú veist, þú býrð til einhverja hugmynd þetta og leiðu þú svona kúplar svolítið úr því og ákveður bara, mögulega finnst þessum ég bara æðisleg eða, þú veist, hvað ef að, þú veist, Begga finnst ég bara, þau svona eitt pía, eða þú veist, eitthvað skilur bara býrð til eitthvað svona, já, það gæti alveg verið jákvætt álit annara. Já, ekki bara neikvætt. Einmitt. Þá byrjum mjög skemmtileg hlutir að gerast, þá er maður svona, ok, kannski er ég bara nett, þú veist. Já, mér finnst líka áhugaður punktur eins og hún nefndi, sko, með sannleikan og finnur fyrir einhverju. Ok, maður gefur ekki gaum, maður gerir samt hlutin. Þetta er óþægilegt að maður gerir hlutin, þetta er óþægilegt að gera hlutin og þetta er kannski svona minni sásöki í smá tíma. Já. En að standa með sjálfur sér og ákveða að gera eitthvað með sannleikanum sínum, maður kannski óþægindi í smá tíma, guð með góðu hvað það verður gerir lífið af töluvert betri stað og maður lífið bara betur og svo gaman. Já. Og líka bara velja ekki þessu skammtíma ánægi, að velja frekar langtíma, en það er erfitt, það er vont, en guð, það er svo þess virði og veist, ég hugsaði, þú veist, ég held ég var aldrei jafn hamingjusöm í lífinu og liðið samt jafn óþægilega á sama tíma. Það er alveg bara, þú veist, en það er það sem er svo gaman og maður verður líka vist þegar þjálfaður í því að lifa í óþægindum. Já, mér finnst þetta smá, ok, ég veit ekki af hverju þetta kemur en þú veist bara því á 2 börn, þá kemur, þetta er svona eins og Grísinni 3. Þú veist, fyrstu 2 grísirnir, þeir byggðu hús á korteri og bara eitthvað, svo, þú veist, þetta er bara skammtíma bygging, uppbygging og ánægja. Svo bara, þú veist, afsakið, fokkaðist það, nema 3. grísin, þú veist, hann tók bara tími að byggja steypugrunni. Ég mitt. En það er það sem er langstíma. Mér finnst það hrikalega góð punktur og er það ekki grunnurinn sem tekur mörgar að búa til að þú ert alltaf hlaðan. Og líka bara svo við upplifum við Eva, bara það var, þú veist, á jálfunni, ef það verður bara stendur normið, þá stendur undir ekki byrta brauðfótum. Við sögðum, við munum aldrei vera clickbait þættir, við munum alltaf vanda efni og við gefum aldrei neitt út í þáttum nema það svona, við vitum að það er eitthvað valjú inn í því. Og en við fundum samt að mörg podcast á þeim tíma þegar við vorum að gefa þætti, fórum miklu hraðar upp. En við tölum alltaf við byggjum hægt og rólega upp slow and steady. Og því að grunnurinn er bara, við viljum gefa valuable efni, við fáum þá líka hlustendur sem eru svolítið svona, ok, ég get treyst á þær, ég get treyst á þetta efni og það er það sem við vildum alltaf vinna með og gerum þetta líka bara í öllu sem við segjum þetta alltaf, erum við að fara hratt núna, erum við að gera þetta, þú veist, út af því að getur verið óslega gaman að gera bara hratt og eitthvað kvikk og bara keyra og eitthvað og gera líka stundum eitthvað sem var ekki takt við okkur, sem er frábært tækifæri jafnvel eitthvað, en þú veist, við höfum alveg rætt það ótrúlega oft bara slow and steady wins the race, það er bara, við erum alltaf, við mætum bara til leiks, alltaf með þá í kjarnanum gildin okkar, við bara viljum hafa eitthvað valjú, við viljum gera frá hjartanum og trúið sem við erum að gera, það er ekkert sem við gerum sem er ekki í takt við okkur. Þá, þú veist, það er bara, við erum líka konum með þannig líka við innbyggðan öskurtakka, það liggum við bara, ef það er eitthvað sem ykkur finnst ekki rétt, það kemur bara rétt, nei, það er bara, þetta er ekki að fara, og þá liggum við bara, horfum við á hver aðra og svona, finnur þetta, já, ok, veist, það er eitthvað það er svona off, kemur eitthvað off. Þannig að leiðum að fer líka að hlusta meira og meira á innsæð og fylgja því alltaf, þá er alltaf
það verður eiginlega bara hávært strax, þú ert ekkert að fara eitthvað í gegnum einhverja mánuði af því að hundsa það er bara ekki hægt. Þú finnur það bara öskar. Ógeðslega fljótt. Já. Maður tekur eftir þessu bara maður manneski sem hittir bara ég tengi meira við heldur marga manneski sem hefur hluta lífið mér marga ár bara því að hún bara skilur mig sem hittir marga manneski ég tristi þér bara ekki fyrir. Þetta er bara off. Það er eitthvað þetta sem er svona það er ótrúlega fyndið sko. Ég átt sagt ef ég er svo sjeffer þetta er sjúklega fyndið því hennar svona sterkasta skinnfæri er þefskinni, þú veist, lyktin hún finnur lyktina af andrúmsloftinu svo finn ég þetta einhvern veginn svona ég finn þetta í bringunni þú veist, maður finnur bara tilfinninguna þegar það er eitthvað off og ég svona byrja svona að finna eitthvað, líta á hana þá er hún það er eitthvað að finna ótrúlega fyndið, en þú veist, ég held líka þetta er vopn máli, það er allir með þetta vopn við erum bara svo fyndin við hunsuna og komum okkur og ofta okkar stærstu vandræði er út frá því við hunsum þú veist, og svo er þetta alltaf svona ég vissi ég hefði gætt að gera þetta, gerði það samt þú veist, en ég skil það út af því ég vera þar og ég gera það mér svo oft núna þá reyni ég stundum líka að hunsa þú mér langar ekki að hlusta, byrja ekki að tala það er bara þægilegt að hætta að hlusta bara svona, jú, það er skammt í mánuði það er bara þægilega núna, gerum þetta bara þú veist, út í þú nennir ofta ekki að taka erfið spjöllin, þú nennir ekki að við ekki vera að tala þetta er svona oft svona, út í þegar þú ert að fara hlusta einsæði, þá er það ofta eitthvað svona þú þarft að taka eitthvað samtal, það þarf að gerast eitthvað það er stundum leiðilegra það er stundum leiðilegra, já í gær var ég, þú veist, ég byrjaði daginn og nutti sjúkla næs og fór svo í 3 tíma á snjóbretti og það var ekki alveg æðislegt, þú veist, fyrir bakið og svona og pabbi minn er nuttari þú veist, og og kann á þetta og þannig að ég ætla að hringja hann til að athuga hvort ég ætta að hita eða kæla þegar ég kem heim og mér langaði svo sjúkla í bað krakkar, mér langaði svo mikið að hita og maðurinn minn sagði við mig þú veist hvað gerist þú hringir í hann er að fara að segja að þú átt ekki að fara í bað og þú átt að kæla og ég svona, djöfull og íhugaði ég alveg að sleppa því að hringi hann af því ég vissi hvað hann var að fara að segja og hann var að fara að segja mér að fylgja því sem var rétt en mér langaði ekki að gera það skiljiði mig, þú veist, þetta er svo svona kemur í margar mynd þetta er alls þar og stundum með maður bara maður vill hunsa en maður veit að það er ekki til hins besta. Já, ég heyri einhvern veginn sko, sannleikurinn er óþægilegur en auðveldur. Já. Hann er óþægilegur en auðveldur af því hann auðveldar lífið til framhaldinu. Bæn. Þetta komstu með það. Sleggjusetning, já. Það er nefnilega einmitt. Þetta er svo ótrúlega einfalt í hausnum. Þetta er svona, en ég þarf að eiga svolítið erfitt moment til þess að þetta fá að vera svona. Ég er saman og ég klálega hunsað minn sannleika sko og fengi allt hressilega í bætti sko. En þú veist, þá er maður bara að hlæja því og fylgja sannleika á sig sko. Ok, höldum á. Já, bara alla frumur líka með mig öskra á mig bara, þú ekki gera þetta, þannig ger ég þetta. Held áfram síðan bara, fuck Pældu, en við líka bara eins og við tölum núna, við vorum með við ætlum að fá viðmælanda í þáttinn í normið og fyndið, ég nefni viðmælanda við og við horfum á Karara og ég skynni svipnum á henni það er eitthvað off hjá henni og hún skinnir svipnum á mér, það er eitthvað off og ég svona, ég nefnist ekki, við erum að fá þennan viðmælanda við tökum þetta bara, eitthvað svona svo bara, þú veist, ég var að bóka fram í tíman svo bara líður allt á svona og ég eitthvað svona ára miðvikudaginn þá erum við að fara með þennan viðmælanda í viðtali eitthvað svona það var eitthvað off-van, við sem síðan þessi viðmælandi bara tengist bara rosalega harkalegu bara ofbeldismálum og ég bara fundu það ekki út fyrir setna og við erum náttúrulega bara með kvenkyns hlustandahópa, við viljum alls ekki bregðast okkar fólki 86% konur sem hlusta á þáttina og við vildum ekki bregðast þeim en málið er við vorum eitthvað svona heldum bara áfram eitthvað svo hundsuðum við alveg innsæð svo vorum við komin fyrir utan stúdíóið, settist út í bíl og Eva horfir á mig og segir hvernig liðir og ég segi og ég veit hvað hún er að biðja en málið er, innstæðin mitt er að öskra en mér langar svona, klárum þetta bara svo horf ég á hana og ég svona mér líður mjög illa og ég var bara, mér líka við verðum að skoða þetta og við þurftum að afbóka þennan viðmælanda sko í alvörunni manneskja var komin með astnalega stuttum fyrirvara og manneskja var komin og þetta, ég sagði Evu, þetta er fáránlegt þetta er svo astnalega ófagmannlegt af okkur að vita innsæði på öskar núna síðustu viku og við bara heldum áfram þannig að síðustu stundu fundum bara það var eitthvað off kæfandi innsæði og við þurftum að vera þú veist, segja þessum viðmælanda bara manneskja var komin fyrir utan bara við erum ekki
að fara að taka upp þáttinn, sko. Eða, veist, bara, og ég sagði við gerum þetta aldrei aftur. Þú veist, þarna vorum við að reyna bara svona að hundsa innsæð. Klára þetta af. En það var bara allt. Það kemur bara niður á alls konar. Eins og svona að segja, bara faglegheitum sem við erum bara viljum standa fyrir og við viljum ekki draga fólk asnærum og þetta er bara fáránlegt. Þetta er bara asnaleg vinnubröð og ég sagði við, þetta er líka bara ef við hefum hlustað fyrir, það hefði þetta ekki verið algjörlega, og ekki valdið ykkur miklum hugarangri þá getur við til að vera tekið, sko. Og bara, þú veist, tekið tíma af líka viðkomandi viðmælandi, skilur og allt, sko. Svo við vildum náttúrulega bara virðingu, við berum virðingu fyrir tíma annara og bara, en þetta er svona gott dæmi það, þú veist, þegar við en þetta hefur ekki aldrei komið fyrir áður fyndi. Svona, ekki svona, nei. En maður er alltaf að fá, þú veist, verkfæri í töskuna, þetta er alltaf svona skýrara bara, þetta gerist ekki aftur. Þannig, já. Mér finnst það, ég veit ekki hvort þið hafi hort á Lofaland, en ég dætti þá, veistlu einhvern tímann og það var í seríu 6 eitthvað sem Tom Fury, og eina ráða sem hann gaf í svona kvennamálum, always go with the gut. Já. Og það var ég bara, þetta er þessum, þú veist, svona í flestu tilvikum, það var bara mjög rétt hjá þér. Mér finnst það bara svo fyndið, það var bara svona einfalt, en bara go with the gut. Já, ég svo sammála. Stendur maður ekki bara að felli með því? Jú. En þú sér þeir sem hann og Molly, þau eru ennþá saman í dag og eru bara ótrúlega flott par og líður vel saman virðist vera, sko. Það getur lært að ótrúlega hlutum meira þess að Lofaland. Lofaland, sko. Nei, veistu það er líka annað, ég horf á Lofaland út í ég elska greina hægðin. Mér finnst það magnað að sjá líka þegar manneskjan finnur og hún er ekki hrifin af manneskjunni svona byrja svona hægt og bítandi að draga þessu út og þú ert að fara út samt að svona byrja að hita upp umhverfið ég er mögulega að fara út þú veist, þetta er alveg svona, mér finnst nefnilega gaman að horfa á Lofaland því þarna ertu bara með hráar tilfinningar á borðinu og mannlega hæðin, þetta er bara, það er ógeðslega gaman þróunni líka, ég skilja hvernig þetta er áhugavert fólk á sama stað og það er bara annarkvort finnir þú þig maka eða þú bara deyrð þannig að þetta er bara survival, þau veitast og líka gaman að sjá neistaði fólki hvernig það byggist upp hvernig, þú veist, það er bara ákvörðan að taka ég er alveg bara svona, ok fylgir hann hjartanu, nei, þú veist eitthvað þetta er alveg gaman að pæla í þessu ég er ekki Lofaland, sko ég er hérna too hot to handle too hot to handle herði, ég ætla að spyrja ykkur að þessu bara hvaða bók er átt mest áhrif á ykkur og hvað lærið af henni? Vá, það er svo margar, já svona bóki sem kom upp tvær sem kom upp í hugan á mér eftir Edith Edgar já hvað heitir hún? Heitir hún Edith Edgar? Edith Eger hvað heitir bókin að þér? Hvað stólu úr mér? Við vorum að lesa henni í bókum The Choice Choice og líka bók sem ég las þegar ég var í yndislestri í menntaskóla það var hvað heitir hún? Konan í Palestínu sem var að segja söguna sína bara hvernig hún ólst upp og hvernig þegar stríðið var í Palestínu bara hvernig þetta allt saman var vegna þess að þú veist, báðar þessar bækur snúa svolítið að því hvað það er bara lent í alls konar hremmingum mér finnst bara svo magnað að læra af þess svona fólki. Mér finnst oft svo dýrmætur lærdómur í svona bókum vegna þess að þarna reynir virkilega á manneskjuna og þarna koma alls konar gullkorn upp hvernig maður getur nýtt sér og ég hef fært yfir sitt eigin líf, sko. Þannig mér. Sammála. Já, Choice var alveg rosalega áhrifarík og þú veist, það að heyra mannesku segja, þú veist, mannesku sem fór í gegnum bara þetta, þú veist, hún fenn alltaf bara í gegnum búðirnar, þú veist, og viðbjóðin og að hún segi, þú veist, minn sársauki er ekki mikilvægur en þinn, eitthvað svona, þegar maður bara svona, what? Þetta er störla, en kemur upp í hugan bók hennar Júni Park sem að flúði þegar hún var ung frá Norður Kóreu. Já, líka hún er æði. Hún er ruggluð. Það er bara svona fyndi hvað sem þú nefnum svona ævisögur já, starta mann svona já, þú veist, með leiðin sem ég verið að lesa skáldsögur, sko þú veist, bara, hún var bara með eitt hrísgrjón þú veist, að spara það til þess að bara halda líkamannu gangandi í myrkrinu og kuldanum og mamma og pappi eitthvað staðar í einhverja mánuði þú veist, og hún bara eitthvað svona með systkinu sínum að redda sér þú veist, þetta er svo fjarlægt manni og ég hef oft spurt bara í hugleyslu eitthvað svona bara af hverju býja á Íslandi og það kemur alltaf þetta, þú veist þú bara,
ert að fá í þessu lífi forréttinda umhverfi til þess að vinna því gegnum það sem að þú ætlar að áorka núna, þú veist. Og ég fæ svona, mér finnst magnað að vera hér og það fólk þarna að fara í gegnum þetta. Enga veginn á því, sko. Nei. En svo líka bara svona, mér finnst líka bara svona góða bækur, svona auðlesnir og Atomic Habits og Code to the Extraordinary Mind og alls konar svona þannig bækur sem snúa svolítið að hegðun, bara svona vana og praktísk, skilur en það svona það sem að hreyfir oft við mér og ég tekur svona lærdum út úr, einmitt svo Eva segir, þú veist, þetta svona þú veist, ég alveg þegar þú lest svona bækur, ég fer og ég finn það, þú veist, ég er að gefa börnunum mínum að borða á kvöldin og ég fæ ákveð þakklæti, ég bara næra börnin mín ég baða þau og kissu þau og fer upp í rúm að lesa og þau eru bara örugg og það er viss þakklætismoment sem ég fæ yfir mig þegar ég er búin að lesa svona sögur og líka bara, þú veist, einmitt, þetta er bara svona þessi svakalegi lærdómur sem þetta getur dregið af svona fólki og þau eru bara sko stútfull af gullkornum og visku sem maður langar bara að drekka úr endalaust, sko, bara falli sín. Já, þurrkar einhvern veginn, þurrkar allt svona vanþakklætis, smáatriða drastl út, þú veist, maður verður bara miklu minna upptekin af einhverju að þurfa eitthvað lampa, skilur þú veist, þetta er bara svona, jú, það er alltaf að kaupa sér lampan, þú veist, en ég þarf hann ekki af því ég hef allt sem ég þarf. Mér finnst líka áhugavert, ég er að klára núna bók sem ég hef oft talað og ég er bara að lifa einhvern veginn svolítið í, sem er Becoming Supernatural. Joe Dispenza er bara nýji besti vinur minn. Ég er bara langar að knúsa hann og hanga með honum og er að horfa núna reyndar á þætti sem hann gerði sem að heitir Rewired eða Rewire og þú veist, hann er bara Dr. Joe Dispenza og er að pæla í bara orku, þú veist, vísindalega séð og eitthvað svona og bara hvernig maður getur bara gjörsamlega stillt sig inn á ákveðna bylgjulengd sem að bara laðar að manni fárlega hluti í lífinu. Þú veist, nú er ég bara búin að vera í nokkra mánuði að laða með snild og hún bara heldur áfram, skilur. Þú veist, og það er bara einhvern veginn effortless af því þetta er bara ákveðin tækni og ég bara kem mér inn í ástand sem að sogar að sér snildina. Og ég bara vissi ekkert að þetta verið hægt, sko, þú veist. Þannig að ég er mjög sátt með þá bók og mæli með fyrir fólk sem hefur áhugað þessu. Svo fyndi samt líka og ég vinna rosa mikið með hljóðbækur og Storytel og Audible og svona. Það sem ég er búin að tróða inn á hana bókalista, þú veist, maður er bara treður inn og ég elska mig þegar þú setur á Instagramið þitt, bara getur komið með eitthvað meðmæla bókum, ég skrifa allt sem þú settir niður inn í eitt bara nót hjá mér og þú mér langar að skoða það, þú veist, mér finnst þetta allt, mér finnst þetta gull, ég er bara að geta hlusta á eitthvað efni sem er bara uppbyggilegt, hjálpa manni, lærir, vaksa, ég er bara svona all for it, ég bara komið með þetta. Það er magnað, þú veist, einhver bók sem kannski einhver er búin að eyða bara allra æðinu sinni að skrifa, eða bara einhver innsýn í heimannans fólk sem bara hefur lent í einhverju eða horfur auðvitað heiminn en þú að bara, þannig að þú bara með eitthvað koppi sem þú getur bara heyrði á. Styrkja hversu mikið er þetta að læra, sko. Og líka bara, einmitt, það sem að manneskjan er bara búin að fara í gegnum alls konar, búin að kynna sér alls konar og þú bara færi þetta saman þjappað bara læra hlusta á þetta bara, veitu, hversu mikið gull. Já, ég meina, versta er bara hvað maður er með margar bækur á svona lista og maður verður yfir þyrmandi koma langar. Já, ég sammála því. Mér vantar, ég sagði mér til Silvíu daginn, mér vantar 60 helst klukkutíma í sólarhringinn. Ég væri til í það. Já. Mér finnst ég alltaf að busta tennurnar á kvöldin. Já, það ekki. Jú, mér finnst ég alltaf, ég sagði Emma, bara mér líður eins og ég sé í lúppu að upplega þetta moment þar til mér stagurinn vera svo, þú veist, maður að gera mikið og svona, og svo gaman að það svona, mér finnst alltaf svo dagur að búin, þú veist. Sem er bara magnað. Það er gaman. Og ég líka með svona bækur, sko, af því að, mér finnst gaman að lesa sömu bók aftur og mér finnst alveg gaman, sko, að ég hugsaði svona, ég þarf að lesa hraðar, lesa miklu hraðar og þá bara innbyggði miklu fyrir upplýsingar og svona, snýðu þetta óttaði maður því bara, ég þarf bara að lesa hægar, ég þarf að lesa hægt, ég þarf að skrifa, ég þarf að reflekta og þetta er svona pælingi með að sko að fara yfir minni upplýsingar en pæla meira í þeim til þess að þú veist, að þetta er svo fín lína einhvern veginn, að það lesa margt eða vera með að koma kjarna. Þetta er svona quality not quantity. Ég er þarna með þér, en þá fer ég líka hægar í bókaklúbb, sko, og ég fer hægar í gegnum bókina og ég get líka annað, ég er svona þannig, ég get ekki byrja næstu bók fyrir en ég er búin með hérna. Já, hún er ótrúlega með þetta, ég er ekki þarna, sko. Nei, málið er, ég get ekki með líðið það eins og ég sé að fá mér nammi úr
úr 7 skálum og ég næ ekki að njóta þess að borða hvaða nammi að borða, mér finnst ég vera svona þú veist, mér finnst ég þurfa einmitt og þegar ég lesa bókina þá ég einmitt að draga allan djúsin og líka út í höfundurinn að setja manni á hvað sjónarhorn mér langar að vera í því sjónarhorni, ekki blanda þér í sjónarhorninni, mér langar að sjá það sjónarhorni af hvernig skrifar þetta svona, bla 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 þú veist, en ég þoli það samt ekki og svo er ég svo hæg með þetta, ég fer alveg hæg svo stoppa ég, og svo, veit ég hvað annað ég hlusta á svona bækur, svo stoppa ég, tek eitthvað djús til hljóðskilabóð, hann var að tala um hérna þetta og það sem ég tek út úr segja þetta og ég fer svona að taka hljóðskilabóð eitthvað djús og því maður langar að kröða sjálf svo hlusta ég stundum á svona hljóðklippur sem eru svona 15 sekundir blesja eitthvað þú veist eitthvað þetta er enda gott í hljóðbókum af því að oft langar mér bara að stoppa og skrifa niður og eitthvað svona og voice clips í símanum er brill með þetta bara stoppar, hann að lýsa þessu þú kemur þessu út á þínu tungumáli þú veist að vinna áfram með upplýsingar í bókinni er líka rosalega mikilvægt upp á þú veist bara að rifja þetta upp annars gleymum við þessu bara allir sko og því mér langar svo líka og því mér langar að taka upplýsingarnar og ekki bara hlaupið við þér mér langar að, ef það mér finnst það mikilvægt mér langar jafnvel að implementa þér hvað segir maður svona innlega það finnst mér þurfa svona að gefa momenti að skoða þess betur, skrifa niður og mér líka oft leiði skrifa niður eða teki hljóðklippu eða eitthvað svona að þá stemplist það betur í hausinn á mér Ég er í svona ástasambandi, í svona lofheitir í leysip við sko að klára bækur ekki hvenær er ég bara að vera greitt og klára hana og samt er ég ekki svona alveg all-in í henni og hvenær áttu bara að hætta að lesa en þú ert ekki all-in í henni og finnur að þú fílar hann ekki alveg hætt ég held það en það er það sem ég geri en svo hugsa ég líka samt að mér finnst oft líka að stundum kannski eru kappar svolítið erfiðir og leiðilegir og það er svona það er bara off þannig að þá finnst mér þú gefa þér sjens en ef þú bara allan tíman í svona þetta nefnilega finnst mér svo gott með að skipta inn bókum, þú veist, ég myndi segja svona 5-7 bækur sem ég núna hlusta, þú veist, og ég bara svona í dag er ég í stuði fyrir þetta svo stundum er ég í stuði fyrir eitthvað eins þyngra og svona meir þungavikt og svo langar mig ykkur svona, þú veist Green Light með Matthew McConaughey sem er svona létt, skilur Vá, hún er skemmtileg. Hún er geggjuð. Sérstaklega því hann les hana. Það er svo sexy, sko, sorry, ég ætla bara að segja. Alltaf borðinu. En minnst þetta gott af því að þegar ég kem að kafla sem ég svona, ég er ekki alveg að meðtaka og ég finn bara að setningarnar eru bara ekki að síast inn. Þá er ég svona, ok, þá ætlum ég bara þess að geima hana. Minnst mér gott að geta það, bara lagt hana kannski til hliðar. Og minnst magna hvernig þetta þróast líka, af því að þessi bók sem ég er að klára núna, Becoming Supernatural, ég byrjaði hana fyrir löngu síðan. Og tók mér pásu svo byrjaði ég á henni aftur bara áramótin, eða þú veist, desember eða eitthvað og þá var akkurat kafli sem átti svo ótrúlega vel við það sem ég var að gangi í gegnum í lífinu akkurat þá ég er svona, magna það er eins og bókin hafi aðeins bara beðið eftir mér að þú veist, svona catch up einhvern veginn í lífinu, sko Já, mjög hórt og hvernig maður, þú veist eins og þú segir, sem getur að lesa sömu bók aftur og hún talar einhvern veginn allt öðru sér tíðin Hvað hélstu einu sinni að vera satt sem úrstu öðru máli í dag? Er eitthvað sem þú þurft að aflæra? Vá, já Já, mér langar geggja mikið að nýta þetta tækifæri og tala alkohólisma af því að ég er alkohólisti, óvirkur alkohólisti og búin að vera í 8 ár. Ég hélt að alkohólistar væru bara fólk sem væri bara búið að missa allt og heimilislaust og þú veist, og það halda það mjög margir. Svo bara sit ég á fundum með konum sem eru bara neglur, þú veist, í þjóðfélaginu og eiga bara sameiginlegt að það virkar ekki fyrir okkur að drekka áfengi eða eitthvað hugabrétandi. Og mér finnst svo svona mér finnst grillað að pæli því hvað ég var sannfærð að alkohólistar væru bara þú veist, eitthvað farið fólk, sko. Því, þú veist, hugmyndin minn þetta var svo ótrúlega óígrunduð og bara, fáfræði, basically. Þú veist, ég vissi bara ekkert. Þannig að þetta er svona fyrsta sem kemur upp í hugan og ég er svona, hvað þetta er allt annað dæmi en ég held þetta að veri. Og bara búið að, þú veist, er bara að hjálpa mér okkur minnst að þetta í lífinu, sko. Algjörlega tekundi það er bara, þú veist Heyri, mér langar til að trufla ykkur aðeins til að þakka styrktaralunum podcastins, Kristall það er bara ekkert betra en að fá sér Kristall ég mæli með þessum græna í dós og þessum dökkgræna í plasti og þetta er svona gos hollafólksins og það sést hverju drekka Kristall að lokum þá vil ég þakka Suma kærlega fyrir
þetta svona fyrsti staður sem kemur upp í huga minn þegar mér langar að fara eitthvað og fagna og eiga í einstakri upplifun og borða leið hollan og góða mat. Þannig ég mæli með því að fara á Sumac ef þið viljið fagna einhverju tilefni. En annars vil ég bara leið og ég þakka þessum styrktaralum og þessum styrktaralum sem ég nefndi í byrjun og koma fram á milli í YouTube-vídeónum, að þá vil ég þakka ykkur kærlega fyrir að gefa ykkur tíma til að horfa, af því að ég mjög þakklátur fyrir það að þið sé að verja ykkar tíma í að horfa og hlusta á 24/7 og án ykkar þá væri ég ekki hér og fengi ekki tækifæri til að gera þetta áfram, þannig að bara takk kærlega fyrir og vonandi að þið njóti vel. Að setja einhvern merki með að milli þess að vera alkohólisti og vera bara ekki í færi eða bara fólk manneskja, það einhvern veginn eitthvað sem passar ekki, sko. Einmitt. En þú veist, að vera þar einhvern veginn, þú veist, ég bara og hélt einu sinni að þú veist, það væru bara, ég ætla bara að segja, þú veist, ég hélt bara að það væru aumingjar og þú veist, eins og ég að segja og mér finnst það merkilegt að vera komin hinum með við línuna og svona, ég trú ekki að ég hafi bara verið svona mikið sannfærið þetta. Akkurat. Einhvern veginn. Já, þannig að þetta er svona það sem ég, og tók alveg tíma að aflæra, þú veist, og svona einhvern veginn sættast við, fræða sig, en þú, Silli Sinn. Heyrðu, það sem kom fyrst upp í hugan á mér er svona, það sem ég þurfti að aflæra og ég lært rosa mikið af er að maður þarf ekki að harka að sér til að ná að toppinn og við erum svolítið svona, veist, og ég hugsaði, þú veist, ég talaði með bara hvíldið á toppinn, þú veist, er svona að við erum með svona oft svona staðalímyndir fyrir framan okkur að fólki liggur bara að sofa varla til þess að ná árangri og er bara oft í, veist, bara í Bandaríkjunum, bara Wall Street, bara eitthvað svona onit og bara slíta sér áfram og þá nærði árangur, þá ertu ríkur, þá ertu, þú veist, einhvern veginn, bara það, oft líka bara eins og þau horfum á bara Beyoncé og hún er búin að fara í 7 heimsálfur og, þú veist, 7 dögum með eitthvað, að þetta er svona, ég hugsa alltaf þessi hraði og maður þyrfti alltaf að hraðar en hinn í verkefnum og öðru og þú þurfti bara að halda áfram harka af sér og svona. Það sem mér finnst ég hafa lært er bara að hvíldin og svona reflection eða svona þetta að skoða hlutina og fara vandleiða og gefa sér tíma í að svona sína sér sjálfsmildi gefur tölvöld betri árangur og mér finnst ég tölvöld betra fókusiruð og mér finnst rosa mikilvægt að svona eins og í gær það var ég bara í fríi í gær og ég hugleiti, fór í bað, las, þú veist, bara og ég hæperneyta, þú veist, ég bara svona ég bara vill ekki neitt tala við mig það bara, þú veist, ég er bara með sjálfur mér í með dagbók, ég bara svona aðeins að skoða hvað er búið að vera að gerast og svona ná mér bara svolítið svona í að hugsa út af því að þarna finnst mér sköpunum mín liggja, þarna finnst mér ég fá betri hugmyndir og þarna finnst mér ég svona græða 100 sinni meira heldur en að vera svo tættur íkorni út allt. Og það sem ég finnst ég hafi þurft að aflæra vegna þess að fyrirmyndir mínar oft sem ég sá úti, bara í heimi og bara hér á Íslandi, litu alltaf út fyrir það að vera gætu bara hlaupa endlis og þyrfti ekki það mikið svefn og þetta er bara svona svolítið mikið og maður svona, já, ok, ég þarf bara að yfirfara þessa formúlu á mig, ef ég hleyp bara nóg hratt að þá mun ég ná árangri, en mér finnst það ekki rétt og mér finnst það ekki rétt ímynd af því að ná árangri. Algjörlega bara keyra áfram. Sem hugsa maður, sko, það er eitt að keyra áfram, það er eitt að gera, sko, eitt að gera hlutina rétt og ég var að gera réttur hlutina sem ég er að meina með því að það er, þú ert að keyra bara áfram sem er maður bara einhverju fari og maður er bara svona en þú veist, myndur ég prófa bara þessa leiðir að prófa að breyta kannski aðeins hvernig gera hlutina og þá allt í hennu gætur kannski náð svipum árangri bara með betri leiður sem þetta kostaði minni vinnu og allt er að þú myndir göttunum en ég er svo sammála þessu, sko, af því að þú veist, líka þegar maður er að keyra áfram, maður setja þvílmjöla kröfur á sig og væntingar og svona og þá er maður alltaf bara þvílít harður við svo dæmi sjálf að sig en þú veist, mótsögnin í því að þú veist að gefa sér meiri tíma og ekki vera svona harður við sjálf að sig sem margir eru hræddir við af því að þau eru hræddir við ef þau eru harður við sjálf að sig þá næ ég ekki árangri en þú ert á móti því þú ert ekki að draga þig sjálf niður og þú nýtur frekar augnablikana sem þú ert að stræfa og þú ert í betur stakki búin til að takast á það sem þýðir í rauninni það er miklu meiri árangur í leikutíma. Á þinn eigin hátt líka. Þú veist, ég bara elst upp með, sem er elst upp?
Jú. Já, þú elstu. Ústu, með mömmu sem hún er mest í dúi sem hún finnur og þú veist, núna er hún bara einhvers staðar í Borgarfirði Eystri, einhvers staðar, þú veist, í einhverju svaðilför, þú veist, hún er bara alltaf út í náttúrunni, alltaf go fyrir landvættina og er bara með svona, ég segi oft, hún er með svona innbyggðan orkumótor, þú veist, hún á endalaust til og ég var alltaf miðað mig langaði að vera svo hún, þú veist og mér er svo mikilvægt að við áttum okkur á því að það er ekki allir eins og það er ekki allir með sömu svona sama orkumótorinn, sama, þú veist, bara kerfið og ég hef bara fundið að ég þurfti að tileinka mér það núna bara síðustu ár að sko setja annan stimpil á það að hvíla mig að því ég var alltaf bara, þú veist ertu svo mikið auðmikið þú veist, akkur þarftu svona mikið að hvíla þig akkur ertu alltaf einhvern veginn, akkur fílar þú miklu betur að vera, þú veist bara í gufu en ekki upp á fjöllum, þú veist, ég var alveg þarna því maður minn alltaf upp á fjöllum og ég var bara svona akkur þú veist, mér fannst ég svolítið ömuleg fyrir að vera ekki þessi svona orku típa En mér er líka eitt, þú veist, ég er svona að þjálfa mikið og svona, og mér er rosa mikið og ég tala oft það við þá sem að skjólstæðingar sem koma, er að mér finnst svo ríkjandi þetta dópaminröss og ég tala þetta sem dópaminröss er að þú ert alltaf að svona tjekk og þú verður svo gaman og svo ert að halda allir boltan á lofti og það er svona gaman þú veist, þú svona, dillir ég í rósirandi, dillir ég í óstæðandi og þú veist, svona, þú veist, svo alltaf hrinir eitt bolli, þú svona, ok, þú veist, og svo alltaf bara byrja eitthvað að hrinja og svo alltaf bara skellir niður í jörðina en að meðan, þú sækir alltaf í tilfinningunni þegar það var svona þú veist, ég með þetta, segja hvað ég með þetta og það er ótrúlega skemmtileg tilfinning og mér finnst fólk oft vera svona þetta er það skemmtilega sem ég geri og mér finnst líka gaman að þegar maður næra vera svona, þú veist að næra að halda lofti en það er ekki hægt að halda þessu ástandi vera bara alltaf, bara þú veist alltaf með alla þessa bolta á lofti og halda þeim öllum á lofti og þá dettur fólk niður og þetta er svona eins og bylgja bara, þú veist gaman, ekki gaman, gaman, ekki gaman þú veist, og hvíldin verður þá einhvern veginn svona krónísk svolítið, þú veist, og það er svo skemmtilegt að maður kemst á þann stað að hvíldin er ekki krónísk, hún er ekki þú veist, að faceplanta í sófan og bara ekki hitt mig, þú veist, eða það er ekki hvíld, það er ekki hvíld og við tölum oft hérna núna virka hvíld þú veist, bara það að taka daginn fyrir sig og þú veist, í gær þá var ég bara eitthvað, þú veist, fór og veslaði með jakka og ég var bara í alvörni í svona, ég ætla að fá með matcha latte, ég er í virkri hvíld, ég ætla að næra mig, ég er með sjálfur mér, ég var með bara, þú veist, góða hljóðbók í eyrunum, þetta er hvíld fyrir mér, þú veist, að vera einhvern veginn svona í virkri hvíld. En mér líka, þú veist, þetta er bara svona sjálfsmildi, þetta er bara að vera í virkri hvíld, er líka bara svo að horfa á hérna þættir sem er bara heilan. Hvað heita hérna sem við erum í dálisluskólanum? Hvað heitir það er ykkur doktor sem gera útrúlega flotta vel að þetta. Þeir heita bara The Brain. The Brain, já, sorry. Og hérna, það var að tala með að strákur að setja svona cups upp, svona, hann er ógeðslega fljótur, tekur bara, held ég, 2 eða 3 sekúndur að setja svona bolla upp og niður og hann er bara staflaður svona upp og niður. Hann æfði sig í mörg ár. Og hann var settur í heilarinn og hann er í virkri hvíld á meðan hann að gera það. Hann er bara hérna. Hann er bara orðin það góður í því. Hann er bara, heilin er ekki að taka eitthvað, ég ætla að passa hraður hér. Hann er ekki að pæli því, nema svo sett bara venjulega maður og hann er að setja upp allar bollanu upp. Nema þá er hann bara, hann er þvílíkt að nota heilan. Hann er í pressuástandi, bara hvernig get ég sett upp allar bollana. Og ég held að þú veist, eins og þetta, eins og þú segir, þú veist, þú ert í flæði, þú ert bara að fáið mat sem þú þekkir, þú ert ekki að nota heilaðinn, þú ert bara, það er góð virkhvíld og ég hugsaði mitt líka bara, þú veist, að fara að hitta góða vinkunni sem er ekki að reyna of mikið á heilan, eða allt þetta, þú veist, er líka, eins og ég er bara, þú veist, að hlusta hljóðbók og var þýlít að skrifa dagbók í gær og svo bandislosaði ég að spakið og var bara svona aðeins eitthvað, svona svo bara settist ég niður og var bara, mér finnst þetta, ég er ekkert líka eitthvað og mér finnst það ekki vera hvíld þá ertu bara í krónísku þreytuástandi þá þarftu að fara að vinda ofan af, held ég njóta hvíldarinnar maður verður að ná að njóta hvíldarinnar og oft líka annað, eins og við tölum líka oft í norminu, er þessi tilbreyting þú leggst upp í sófa og ætlar að fá sér hvíld með því að horfa á þáttinn, þú nærðin ekki og það vantar svona svolítið tilbreytt ástand ef það er farið í sund eða aðra gönguleið eða gera eitthvað allt annað þá er oft upplifið bara, hvað það er nærandi það er oft tilbreytingin og það er kannski spurning að fólk skipti út þessu orðið fyrir næringu hvað er bara að fara að næra mig og hlaða mig þetta er ákveðin vöðvi þú ert bara með sterka vöðva í að gera, keira og ef þú þjálfar vöðvan sem að, þú veist, heitir
næra sig, hvíla sig, þú veist, flæða og eitthvað svona, þá verður effortless að taka þannig daga og það verður jafnvægið einhvern veginn bara, ég ætla að leiða mér að segja, unaðslegt. Þú veist, þá einhvern veginn miklu meiri svona, þú veist, bæði hvíldin verður svona einhvern veginn ríkari og svo verður líka vinnudagurinn þeimun ríkari, af því að þú ert miklu meiri stakkbúin til að taka, þú kannski áorkar á 3 tímum, eitthvað sem þú hefði getað áorkað á 3 dögum, þú veist, í svona frekar lélegu ástandi af því þú ert ekki búin að hvíla það neitt. Og við finnum það líka, við erum byrjað að skipuleggja vinnun okkar þannig og við finnum að bara á miklu skemmri tíma náðum við áorka og afreka töluvert meira. Þú veist, það er það líka bara út við náum að hvíla okkur og erum að fara svona svolítið hægt inn í daginn og bara gera svo við þurfum og bara koma okkur á hvað ástand. Mætum bara heilar til leiks. Já, og það er ótrúlegt hvað það hefur bara skila sér miklu til okkar, sko. Og ég hugsa stundu líka bara, þú veist, ég get ekki ímynda mér náttúrulega svo ertu bara með kannski aðeila sem er í vinnu frá 9 til 5, þú veist, og ég kannski bara og þú veist, svolítið skrítið bara ég hugsa, ég verði líka til að fara að þynga með þetta bara hvernig vinnutímir hugsa er. Sverða, berja borð. Þetta meikar ekki sens fyrir mér og ég hugsa líka bara maður horfir til fyrirtæki sem er að ná árangri, þá er þetta ekki, þú veist, og eru bara svolítið svona framsækin og meiri hugsjón, þá er þetta ekki hugsa svona og þeir eru ná tölvöld meira árangur heldur venjuleg fyrirtæki, ef maður pælir í því, þú veist, svo María Forljó, eða pælir henni, hún er meir ótrúlega öflug kona, þú veist, ég myndi kynna með bækurnar hennar, hlusta á podcast eftir hennar, hún er ótrúlega öflug og hún er með öðruvísi svona vinnusketsjúl, eða svona vinnupælingar í kringu starfsfólkið og hún áorkar tölvöld meira. Algjörlega, því að það var bara einhver sem ákvaði en 8 tíma vinnunda basically. Já, bara enginn búin að endur sko þetta. Nei, endur hugsa, talandi að læra á okkur svona og láta okkur heilega deyja. Þú veist, af því að þú voru að segja, maður getur afkastað einhver á 2-3 tímum þar sem það gæti tekið mann 8 tíma, sko. Já, sammála. Bara þetta maður í sónið ekki, þú veist, og allt þetta. Og líka bara læra leiðir til þess að koma maður í sóna. Líka læra leiðir sem eru nærandi þannig að heilin sitt tilbúin betur stakkbúin til að tækla vinnuverkefni. Og ég held að COVID sé samt, það sem ég þakklátt með COVID er að við lærðum að það er ýmislegt þetta að gera og það er hægt að breyta atvinnumarkað á stóran hátt, bara með þess að bara nota neti og líka treysta sínum starfsfólki til að skila sínum verkefnum þegar það hafði enga kosta völu og það þurfti að vera heima hjá sér. Að þú veist, mörg fyrirtæki upplifði það að það var meira afköst hjá fyrirtækjunum og ég er að segja, þú veist, þarna ertu úti, það var oft líka, mér finnst oft þetta vantraust á atvinnumarkaði. Er hann fara að vinna vinnunni sína? Er hún að fara að vinna vinnunni sína? Ég fylgist þér með þér, þú ert í vinnurými, þú ert að vinna vinnuna, ekki korter í kaffi, þú veist, allt þetta, þú veist, að þetta mér finnst að þurfa að skoða þetta þess. Já, bara 100%. Þú eru svona, ég veist að skoða það, kveiknaði hárana mér, já, en það er svona, mér finnst þetta eitthvað sem þarf að skoða. Þetta skiptir mjög miklu máli. Algjörlega. Og þetta er líka bara eitthvað sem maður hélt kannski að væri satt og er ekki þannig. Algjörlega, þetta tengis kannski á pælingunum að vera alltaf aflæra. Já. Og ég held líka að, sko, þegar fólk talar um að hafa ekki tími að gefa sér svo hvíld, en þú veist, gefðu þér tíma. Bara think about it for a second. Já, af því að þú veist, þú mynd greitt tíma. Þetta er svo, þú veist, við vorum að tala um það með sannleika, óþægilega nöðultur, skiljum. Og gefðu tíma, þá myndu vera ferskar á taksu verkefni. En ég var þarna, ég held bara að þú myndi gefa þér tíma í þetta, þú hefur engan tíma, þú voru bara að klára þetta, þú veist, þú voru að keyra. Og þetta er svo heimskulegt, krakkar. Þetta er svo heimskulegt, en að hlusta á mig. Bara, þetta er svo fáránlegt að hugsa þetta svona, vegna þess að ég held við höfum aldrei áorkað mikið eins og eftir við lærum þetta. Já, ég meina, ég var daginn, var ég að þú mátt ekki vera meira en 1,5 tíma ræktin. Ég elska að vera ræktin, ég elska að hreða. Ég er snar óorkustundum, sko. Ég er bara snar óorkustundum, sko, bara punktur. En síðan var ég alltaf inn að fara að minima sér eitthvað tíma sem ég elskaði að gera sem gerði mér samt fíl gott. Af því ég alltaf misti tíma, sko, þá geti ég verið afkasta, sko. Já, einmitt. Síðan var ég bara eitthvað, og þá var ég alltaf svona að drífa mig ræktin og svona, en svona á maður bara, en síðan þegar maður setur ekki þá pressa á sig og bara gleymi sér, en þá skemmtilega engin pressa, gerir mig gott, gerir þetta gott, betra fyrir mig í lífni, ég er bara svona gefið þér næringu, já, bara, þú veist, þarna þetta er svo fólk þarf að finna þetta fyrir sig, fólk þarf að finna sinn takt, bara, erum við líka með þetta, þú veist, eitthvað minnimessa í hreyfingu, þú þarfst að áorka meira, nei, alveg, þetta er skekkja, þetta er húsna skekkja. Þú missir líka af mómentinu. Já. Nákvæmlega. Þú veist, þú ert ég verð að klára og eftir bara svona ekki tala við þig og bara ég eftir þú bara nærði ekki að finna virkilega fyrir æfingunni. Við viljum flæði, krakkar, flæða þetta er svona bara svona, það er svo gott ég elska flæði þetta, svona gleðin heim og maður svona þetta er næs. Það er bara hérna, núna. Það er ekkert sem toppar það að vera það sem maður er þegar maður er þar. Ég veit það. Er ekkert þegar maður er þar. Ég er svo sammála. Maður er ekki í framtíðinni. Skilur, getur mikið að gera, en þú ert bara hérna. Já, þú vilt ekki vera neinstar annars þar. Já, og það er bara mjög
fullnægjandi, ætla ég að lefa mér að segja. Já, ég bara... En þú veist, og það allir að leita af fullnægjandi. Það allir að leita af fullnægju í lífinu. Þú veist, og þessari svona fyllingu. Og, þú veist, ég held að eitt af besta sem að mannski hefur sagt við mig var, já, þú ert ófullnægð í lífinu. Og ég svona, hvað meinar þau? Þú veist, þú ert ófullnægð, þú ert bara, já, þú ert að tala því vantar. Og ég svona, bara, ok, nei, þú veist, hvar get ég fundið bara ángríns fyllinguna? Af því að, þú veist, þá líka, ef maður ekki stressa svo mikið, maður að fara eitthvað og maður hefur eitthvað sín og svona, en ef maður að flæða samt, þú veist, það verður bara vegfinnir skemmtilegur og maður bara getur stjórnað því sem maður stjórnar, maður gerir bara sitt besta á hvernig minnst degi, þú veist, hvað sem það fyrir manni, síðan bara svolítið restin í höndunum á lífinu, sko. Flæða, smeltu þessu saman við sterka sjálfsmynd, bæn. Það er bara gott líf. Hvaða ráð hefur þú fengið varðandi þína sérfræðikunnáttu sem það magna og vilt deila með okkur? Eða það ömurlegt? Það fyrir varguði. Oh my god. Vá, víst það geggja spurningar hér. Já, takk fyrir það. mjög. Þú ert alveg að fá mig til að hugsa. Ég elska fólk sem fær mig til að hugsa. Hérna, hvaða ráð hefur þú fengið varðandi þína sérfræðikunnáttu sem magna? Deila með okkur. Ég að meðtaka þetta eins. Má ég svara fyrir Evu? Og þú veist bara hvað sérfræðikunnáttan er Evu. Hérna, sko, hvað ert að fara að segja? Hvað er ég að fara að segja? Nei, máli er að ég náttúrulega bara vinn með Evu rosa mikið og ég sé hana hvernig hún er að löpum og þjálfa á hana og líka bara fundir og þegar við erum að gera verkefni og svona. Máli er að Eva hún ótrúlega nösk á að finna styrkleika annara og sko styrkleika sem fólk áttar sig ekki almennilega á. Og ég er að tala þetta rosalegur hæfileiki vegna þess að hún nær svona búlsa í hrósum af fólk. Við skoðum að tala svona, hún nær að draga það besta út úr manneskjunni og hún sér miklu meira heldur en manneskjan sjálf sér. Hún gera það við mig, hún gera það við gera það við fólk sem er að þjálfa. Þú veist, hún er rosalega svona, já, bara nösk á það að draga fram svona það sem maður vill sjá í fólki og svona gefa þeim oft líka heildarmyndir. Betri heildarmyndir. Ég held líka bara takk, elsku. Það er þú veist, nú er líka bara farin að gera þetta sjálfa mig líka. Sem er bara styrla. Þú veist, því ég bara, ok, þú veist, horfi bara svolítið svona öðruvísi frá þessu, í staðan fyrir að vera svona innra með mér einhvern veginn og þú veist, hvernig ætli þessi sé að hugsa, eitthvað, þú veist. Heldur er þetta svolítið svona, ok, ég framkvæmdi þetta, eða, þú veist, ég gerir hlutina svona, ég stundu spyr í fólki mitt, þú veist, bara, tekur eftir einhverju sem að spyr stundum manni minn, er eitthvað sem ég geti gert til þess að vera betri kærasta eða eitthvað, og þá bara segir hann, þú veist, hann nefndi eitthvað svona, já, síman, þú veist, það var 3 árum með eitthvað, þú veist, að minga síman heima, ég bara ok, en svo, þú veist, segir hann, og svo spyr ég líka, þú veist, hver tekur eftir sem ég gerir vel? Ég held að fólk spyrji ekkert að þessu, þú veist, að þetta vill ekki einhvern veginn, það var eins og spurði mig daginn bara, væru þið til að taka þátt í norminu hvernig maður á að taka hrósi? Ég andast. Og rosa margir sem að eiga við þetta. Og þegar maður fer að pæli styrkleikum hjá fólki og sjálfum sér líka, þá maður getur byggt svo svakalega upp á það. Þú veist, það er svona einhvern veginn, ok, ég er með þessa styrkleika og það er ekkert allir með þessa styrkleika og þetta er ekkert sjálfsagt. Þannig að hvar geta þessi styrkleikar nýst og hvað getur mögulega skapa og hver getur farið með mig og hvernig getur ég byggt orna og þróa þá eitthvað svona og það verður bara sjúglega skemmtilegt í staðin fyrir að því að maður fer að gleyma svona einhverju sem að, þú veist, mætti vera betra, þú veist, eitthvað svoleið, sko. Þetta eru ríkalega góða punktar að því að þú veist, eins og segir, maður er miklu til að taka eftir takbúinu sínum og laga það sem þarf að laga og ég veit að rannsóknir sína að sko 2/3 einslugum þekki ekki styrkleika sína sem er ógeðslega sorglegt af því að við erum öll með einstaka styrkleika og við erum öll góð í einhverju og þeir sem ná árangri að lífi vel í lífinu, þeir byggja lífsitt upp á styrkleikum og hvað erum við að gera þegar við notum styrkleikunum okkar? Þá erum við í flæði ég held að líka bara, og við erum góð í einhverju og þú veist, og það er það sem gefur lífinu líka lit, skilur mig þannig að vera með einhverja annarkvort að spyrja maka sína nánustu aðla bara í hverju eru góður eða hvað er að gera vel og svo framvegis líka hvað maður getur bætt en það getur séð eitthvað sem þú sérð ekki eða taka próf eða bara spyrja vini sína eða bara svona velta þessar spurningu fyrir sér Svo held ég líka bara þegar maður sér sig ekki oft í sko, ég fyndi þetta því að ég var að segja þetta bara manni minn bara núna áðan er að það er rosalega oft þannig að fólk leita til mín er svona alltaf sko
sér oft ekki heildarmyndina yfir sínina og alltaf, og ég segi stundum svona, þú veist, ég skil ekki okkur fólk gerir það og mér finnst oft eins og ég ráður svolítið ferðinni hjá fólki. Mér líður svo fólk sé svona, hæ, hvað á ég að gera? Þú veist, og ég svona, og ég sagði með mér svo skrítið að fólk gerir það, en þá sagði mér, þú veist, það vegna þess að þú ert bara miklu betur oft, þú sérð oft hlutin öðruvísi og ég gerði mér ekki grein fyrir því og ég var bara svona, já, ok, ég hélt að væri bara allir svona eins og ég og þú veist, mér finnst svo fyndið, þú veist, já, maður fattar ekki að maður hafi eitthvað sem fólk greinlega sækist í sem ég held bara allir hafa en ég sé hann bara ekki alveg þannig og, veist, og það alveg svona svolítið. Mér langar líka að segja núna og bara spegla svolítið yfir af því að Silvía tók mig með þessa spurningu. Það langar maður að spegla yfir af því ég held að ástæðan fyrir því og ég finn alveg fyrir þessu, ég stundum stíg bara inn í hennar svona, þú veist, takt þú hérna stjórnina núna og ég svona einhvern veginn flæði, þú veist, í kringum hana af því að það er þú veist, eiginleiki sem hún hefur sem að er sko, þessi færni eða ég veit ekki hvort að ég á að segja styrkur eða eitthvað svona, hún er bara þjálfið í að stíga inn í aðstæðunar og bara konfronta, þú veist, og taka einhvern veginn takast á við annarkvort aðstæðunar, þú veist, verkefnið, manneskjuna, þú veist, ágreiningin, það er einhvern veginn sko, ég held að hún sé búin að þjálfa sig svo líka alveg svolítið upp við að hún svona bara einhvern veginn tekst á við þetta. Ég var alls ekki þar og þetta er eitthvað sem ég bara svona, þú veist, að við heyrtum Tony Robbins tala svolítið modeling, þú veist, að þú bara horfir á manneskju, hún er með þessa styrkleika, þessa færni og ég ætla aðeins svona, hvað er hún að gera og ég ætla að módela það bara, þú veist, og aðtöku hvert að fer með mig og núna allt í einu er ég bara, þú veist, ég er búin að þekka henni síðan 2014 og nú er ég allt í einu manneskja sem að stíga inn í ágreining og treysti mig fullkomlega í það, þú veist, og ég er svona einhvern veginn bara að þjálfa mig samhliða henni að stíga inn í þetta og það er alveg frekar klikkað hvað lífi getur stækkað þegar maður fer þangað. Þú veist, hún er, ég ætla að segja, hún er business bitch. Þú veist, hún er bara, ekki bitch, hún er svona business, þú veist, eitthvað, ég veit ekki hvernig ég á að lýsa þessu og þú veist það, þú ert að meðtaka. Já, ég er að meðtaka. Og ég held að snúi rosalega mikið af þessu að svona bara, já, ég treysti mér í að stíga inn í þetta. Og það er greinilega eitthvað sem er hægt að þjálfa, af því ég þú veist, var ekki þannig. Þetta er áhugavert með, þú veist, eins og bara maður getur fengið fyrirmyndir eða manneskjur sem það er eitthvað sem það er eitthvað sem maður er hrifinn af. Já. Og það er einhver, og þá er maður, hvað eiginleikar er það sem ég er hrifinn af manneskjuna? Akkurat. Og er þetta eitthvað sem ég get vill innlega í mig og geti gert það? Já, ég held að geti gert það. Getur alltaf. Og ég fengi fyrirmyndir frá þáttum sem ég horfa á, frá manneskjur sem ég er í kringum, skilur mig. Þú veist, ég var að horfa á Ósark hérna daginn, geði ekki þættir. En þá er bara þessi Marty Bird, það er aðal karakterinn. Hann alltaf einu sko, hann er alltaf í rugli sko. Bara áskorun eftir áskorun, vandamál til vandamál og maður bara svona, hann er alltaf rólur. Já. Hann er alltaf bara, þetta sé allt í fokki, þá er bara rólur. Ég er bara, þannig er eiginleiki, ok. Mikið í gangi í lífinu, stormur í gangi, keep fucking calm sko. Þú veist, þetta er bara eiginleiki. En þessi punkturinn er bara, þú veist, það er einhver ástæður maður hrifst af einhverjum. Algjörlega. Svo þið gerið og innmikli í hvora aðra. Hrífumst af koronari. Hrífumst af koronari. Við virkum bara mjög vel saman. Já, við virkum mjög vel saman. Mér finnst líka bara, við fórum á það saman til Norðfjarðar. Já, við fórum á dag á Austurlandi. Mér finnst svo, hann sá ég bara dýnamíkina svona bara í verknæði. Mér finnst svo gaman að sjá það, bara svona orkan, hvernig voru að dansa á milli, samspil, hversu vel þið þekktu hver aðra og bara hvernig þið nálguðust fyrirlesturinn og hvernig það blómstraði ykkur, þú veist. En mér er svo gaman að heyra þetta út því að ég upplifi þegar ég er að gera hluti með Evu, svona fyrirlestur og svona, mér líður eins og sko við sem að elda. Mér líður í alvörinu sem við stöndum og svo kemur Eva með krydd flott krydd og ætlum að spæsa það stupp og kemur ég með spæsi hérna og svo kemur Eva með krydd og ég er svona, mér líður eins og við séum í einhverju svona alltaf, þú veist, við förum í ákveðin dans til að koma hlutunum áleiðis og mismunandi sjónarhorn og við erum ótrúlega ólíkar en samt ókslega líkar sko, að þú veist mér finnst sjónarhorn ef við á einhvern hlut svona, það kom mamma og svo kemur mitt sjónarhorn og það kemur einhvern veginn og það er, þú veist, það er alltaf gaman fólk að þú hafa tekið eftir því vegna þess að mér finnst við fara í flæði þegar við erum að gera hlutina svona, þú veist. Ég er stundum bara flabbergasted yfir, þú veist, allir viti hvað það þýðir. Ég er bara stór undrandi, segjum það bara,
yfir því að vera í þeim aðstæðum í lífinu, að vera hérna með bara partner sem að við, þú veist, ég stundum ég horfa á hana og bara, hvernig erum við bara að, þú veist, lifa lífinu svona samhliða einhvern veginn og búa bara til alls konar snilld og einhvern veginn og fungerum bara svona fárulega vel saman og það er bara alltaf gaman, þú veist, og ef það er erfitt, þá getum við alltaf bara farið alveg onni í kjölinn á því og einhvern veginn og við hefum verið í fósturstellingunum og skrifstofunni margoft þegar það er erfitt og það er bara hindranir og við erum bara svona, eða það við erum vekk hérna og við komumst ekki áfram við erum bara, af hverju kemst ekki? Þú veist, og við erum bara hvað er að gera? Þú veist, og við erum bara að taka hugleiðslu eða að taka eitthvað power við erum bara alltaf einhvern veginn að finna bara góða veginn í líf reyna að finna og líka leiða okkur að dvelja líka bara þegar við erum í skitunni sammála ég þarf bara stundið þannig bara líða bara næst með liggja bara og maka á þessu skítnu bara þú veist, bara hvað er við að gera þetta er bara geta að hleyja því allt þetta geta að hleyja því líka, þú veist, það er alveg alls konar sko ekki það í burti alltaf einmitt, þetta er alveg hver er uppáhalds tilhörnum þín og af hverju? Með marga tilhörnum já, ótrúlega mér langar að segja eitthvað annað en ég hef sagt áður þú veist, ég er að reyna að finna klippið þetta ekki eitthvað saman eða? Nei, þetta er bara hrátt þetta er bara hrátt, þess vegna má ekki taka með 7 mínútur í að íhuga þetta nógan tíma með vá, býtu ég er að fá sko, ég hef sagt nokkra svona tilhörnanir sem ég hef lært í gegn tíðina mér langar samt svo að koma með eitthvað annað jú, ég ætla bara að segja þetta ég er algjör Beyoncé fan og lag með henni sem heitir I Was Here sem að, ég veit ekki hvort fólk þekki það er ekkert eitthvað geðveitt frægt og hún söng það á UN fyrir UN ráðstefnu og textin er bara sko, það sem kemur I was here, I lived, I loved og allur söngtextin er bara eitthvað sem veitir mér svo ótrúlegan innblástur, ég fæ svona kökk í hálsinn, þetta er svo fallegu texti vegna þess að hann kennir manni að lifa hvern einasta dag og að reyna að gera eitthvað sem að skiptir máli, að maður geti svolítið svona verið sáttur sjálfa sig þú veist, að svona, þú veist þú gerir eitthvað við þitt lífskeið sem að þér finnst þú gera eitthvað gott og það má vera með börnunum, það má vera með mömmuðinu og pappa, það má vera líka fyrir þú ert að þjálfa, það má vera, þú veist á hvaða hátt sem þú túlkar það, en ég man bara, ég breytti lífinu því eftir að hlusta á þetta lag og ég hætti sambandi og bara, ég gjörsamlega bara, ég fekk bara svona, þetta er það sem að mér leiði svo lagið öskra þess að ég talaði með byrju þáttarins, bara röddin er bara, jæja, nú hættir þú bara, þú verður að hlusta sjálfa þig og ég held að, já, þannig að svona I was here, I lived, I loved er svona svolítið, ég setti þetta upp að vekja mér og svona, já finn rosalega mikið kraft í þessu lagi þetta er alveg svona öskurgrátið lag sko mjög mikið power það kemur svo margt upp í hugan og það er svona, já, nokkrar tilvitnanir sem að hafa alveg breytt lífinu einhvern veginn og það sem ég lifi rosalega mikið eftir er friðurinn fyrst svo allt hitt og þetta er einfalt fyrir mér, ég er svona þú veist, fyndu friðin fyrst og labba svo gegn lífið frá því sjónarhorni af því það er rosalega góð og nærandi yfirvögun sem fylgir því að bara svona lifa einhvern veginn í sínum innri frið og já, það er bara allt öðruvísi að takast á við lífið þannig og maður er ekki einhvern veginn ekki að takast á við lífið maður er bara einhvern veginn að leika sér lífinu og og það kemur mikil skilningur gagnvart öðru fólki og það er einhvern veginn svona öðruvísi meðvitund finnst mér sem að býst til þegar maður bara virkilega leggur það á sig, þú veist, það er ekkit en ég held líka sko. Bara þetta sjónarhorn og ferð að frið inn í hlutina þá uppskerður náttúrulega miklu betra fallir í frið og gleði í staðan fyrir að vera í átökum og vera kannski tættur þá ertu líka í svolítið tættara að kallar þetta tættara hluti en að þetta er svona ég líka, þú veist, ég tek oft svona hugleiðslu sem að er bara, þú veist, ég er að finna hvar ég er í líkamannum og ef ég er ekki frið þá er ég hérna upp í hausnum
þú veist, og og þegar ég meðvitað færi mig niður, ég leik mér alveg með þetta, ég bara finn fyrir mér, ég hérna í öxlin á mér, ég finn hvernig líður mér í öxlinni, og prófa bara að taka þetta, þá er þetta óslega fyndið að maður finnur bara fyrir öxlin á sér. Og þegar ég færi mig einhvern veginn niður bara svona í það sem að mér finnst að bara sálin mín sé, þú veist, og friðurinn, og svona einhvern veginn, já, bara einhver vitund sem dæmir ekki neitt, þú veist, hvorki megin í aðra, þá líður mér alltaf vel. Svo tekur leiksjóð út. Já, það er ekkert leiksjó. Það er bara svona, ég ætla bara að njóta þess sem ég er að gera. En svo reyndar, þú veist, af því að tala um lag, og verði að það er í haustum á mig núna, það er lag sem ég man ekki einu sinni, þú veist, ef þú bara googla textan hlustandi, þá kannski kemur lagið upp, ég man ekki einu sinni hvað heitir, að langt sín hlusta það. En það er setning í sem að er It's better to light a candle than to curse the dark. Og þú veist, þú getur alltaf kveikt eitthvað. Sem tengist í að finna friðinn í sjálfum sér. Þetta er svona bælingin, sko, ánum byrja gaggrann heiminn takt á til herbygginu. Já, Þetta byrja þar, það ekki? Akkurat. Yndislegt. Nú kemur, sko, juicy stuff. Ímyndaði þér, það var ekki hægt að dæma þig og gæti það frá einnig skoðun sem gæti verið túlkur sem óvinsæl. Og er það í skilmálunum að það sé enginn að fara að dæma? Nei, já, sko, hérna allan inni, sko. Það má alveg dæma. Já, en þú veist, þetta er bara svona... Óvinsæl skoðun. Já. Bara, eru þið með einhver óvinsæl? Eða þú veist, sem er eitthvað svona... Ég er bara mjög óvinsæl. Ég kemur til vandra alls þar sem ég er og ég er bara... Já, óvinsæl skoðun. Það kom einu upp í hugan sem ég ætla ekki að deila. Það má. Hvað? Er það hitna? Já, ég byrja að skjálfa. Ok. Eða á ég að taka það bara? Já. Ég þarf þá að anda. Þú færða bara til að klippa út eða er alveg... Já. Shit, ok. Sprengir svæði maður. Þetta er samt... bara frá minni... Nú er stressuð. Já, þetta er frá minni dýpstu sannfæringu. Þú veist, þannig að þú veist, ég get alveg staðið með því. Ég á mjög erfitt með að bólusetja börnum mín. Á meðan að bólusetningar, efnið er ekki búið í öllum fösunum, þú veist, og það er ekki fullrannsakað og þú veist, ég skal bara bólusetja þau þegar að efnið er fullþróað. En ég er bólusett, þú veist, og er bara aðra bólusetningar sem eru fullreyndar og svona, já, klára rannsóknir við bara, finnst mér frábærasta mál, mjög þakklátt fyrir það, að það sé bara til. Ég á ofboðslega erfitt með að bólusetja börnum mín og vita ekki nákvæmlega mögulegar afleiðingar. Og ég verð bara hrædd og ég bjóst ekki við að það myndi gerast þangað til ég bara virkilega fór að pæla í þessu. Og ég hugsaði einhvern veginn bara, ok, þú veist, ég er að taka þessa ákvörðun fyrir þau. Þau eru 7 og 4. Ég þurfti reyndar ekki að hugsa þetta fyrir yngri því að, þú veist, hann er það ungur. En þessi 7 ára, þú veist, stelpan mín, ég hugsaði bara, þú veist, ef ég er að fara að taka ákvörðun sem að fyrir mitt leyti er ekki full í grunduð og gæti mögulega skapa ófrjósemi í hennar framtíð eða einhverja afleiðingar sem að hún hafði enga stjórn á, þá gæti ég, þú veist, ég ætti erfitt með að fyrirgefa mig það. Þannig að þetta er held ég mjög óvinsæl skoðun sem að ég veit reyndar margir tengja við og svona vilja bíða með þetta því að ég sé einhvern veginn bara svona, þú veist, ég sé ekki alveg tilgangi með því núna þegar þetta er ekki svona mjög alvarlegt, þú veist, nú eru bara afléttingar og eitthvað svona og ég vil bara ekki sprauta ykkur í barnið mitt sem ég veit ekki hvað er. Þannig að nú er þetta komið út í alheiminn. En fyndi já, þú veist, þetta kom líka alveg upp í hugan á mér vegna þess að einmitt, og mér finnst líka svo, álega sem er kannski óvinsæl skoðun hjá mér þá kannski bæti við, er bara að umræður séu svona eldfimar. Já. Og þetta skuli vera svona mikil sprengisvæði að fólk geti ekki rætt eitthvað og bara verið kannski búin að upplýsa eitthvað ákveð á þess að vera að tala með álfpappir á hausnum eða einhver klikkaðingur. Ég er bólusett og allt það, þú veist, ég er ekkert að tala um það en ég bara segja, þú veist, mér finnst svo leiðilegt og það sem mér finnst búið að gerast með þessum faraldri og þessum bólusetningu umræðum er að þetta búið að skiptast upp í ykkur fylkingar og það er heift
oft og það ótrúlega lélegar umræður og það ekki nóg heilbrigðar umræður og ég held ekki að hlusta hvort annars Nei, og mér finnst að allir þurfi að hlusta mér finnst þess að allir þurfi að taka með að hvað einhverjum að segja og án þess að fara í einhverju svona reiði og veistu, ég Bíti mannin já, og mér finnst bara í alveg mér finnst það góð umræða að bara maður eigi að geta rætt hlutina að þess að vera að fólk bara stimpli mann á eitthvað ákveðin hátt eða, þú veist, og ég held að sko, í alveg, við erum komið það langt að 2022, ég ætla að segja 2021 að við eigum að geta til þess að við séum byrja framþróun samfélagi við eigum alltaf að geta stoppa þess og svo hugsa, ok, hver eru upplýsingarnar, tökum með að því og við ræðum og það eru alls konar sjónarhólar og við þurfum öll sjónarhóllin inn og svo tökum við bara, herri, þetta meika sens, þetta meika bara ekki sens og bara getum við farið í þessa átt og það er tekið með að heilbrigðis stjættin gangi og líði vel og landsbyggðarinn gangi, að börnin líði vel öldreir fái og langveikir það engin, mér stóð leiðilegt að maður ekki ræða hlutina, að þess að bitni á fólki og maður sé eins og maður sé ég er á móti langveiku fólki, ég er ekki á móti langveiku fólki, eða þú veist að langveiku börnum eitthvað ég vil óska þess að ástandu þannig að það er gott fyrir alla og það getur ekki verið gott fyrir alla ef við getum ekki tekið umræði Algjörlega, þetta er svo góða punktur og þetta gerir það verkum að fólk er hættu að segja sína skoðun og hvað gerist þegar fólk er hættu að segja sína skoðun og við viljum öll sömu skoðunna hvað gerist við höfum sömu skoðunna, við tökum ekki alla breytunum en bara hættulegt Já, ég meina, þú veist, og ef maður er með ranga skoðun maður var bara rangari Hvað er röng skoðun? Og þá áttar, segjum einhver sé bara með mjög heimskulega skoðun í rauninni ok, hann var bara fram hann fær upplýsingar á móti og ef hann er svona þokkalega helstu þá segir hann ég hef ekki búin að hugsa þetta sem gerir það hann mætist einhver umræða sem skapast þetta er grunnforsendið að skapa betra sammála og þess að finnst mér svo leiðilegt að þetta skuli vera orðið þannig og það er eitt að hlusta og það er annað að heyra þú veist, af því að þú ert að hlusta þá ertu að undirbúa svarið þitt og ekkert að hlusta þú veist, en ef þú heyrir virkilega það sem viðkomandi er að segja og meðtekur það og svo ræðiru það er bara allt annað bólgin og líka bara annað að því við erum með svo mörg sjónarhorn það er allir með sinn bakgrunn og upplifa eitthvað og eru með eitthvað svona ákveð og þannig að ég þarf að heyra ef kannski með eitthvað sjónarhorn sem ég bara ég er ekki að díla við þetta einu sinni og svo kemur annað og þú veist, mér finnst bara að það allir ekki að koma að borðinu með einhver sjónarhorn þannig að það sé hægt að gera sér bara svona farsælustu ákvörðunina fyrir alla og það sé, þú veist, mér finnst líka alltaf læg að tekist á umræðefni en að þurfa að vera svona mikil heift og ég vona innilega að allt sem er búið að vera núna kenni okkur að þú veist, að þegar ef að kemur eitthvað svona aftur upp að við gerum þetta ekki svona við förum ekki að bara verða svona heift og svona mikil reiði og skipta hópa eins og heimurinn sé bara alltaf að testa okkur öll bara getið þið sýnt umburðarlyndi sendu mér nætt COVID akkurat, bara þú veist bara umburðarlyndi, svo flott punktur bara við fær að sýna manninu hliðin á umburðarlyndi og skilning og dómleysi ekki, ok næsta verkefni það allir að gerast besta það allir að gerast besta það allir að reyna að taka út frá ákvörðun út frá því sem þau eru búin að tellja sér rétt og eru búin að kanna eða gera þú veist, mér finnst það líka þú veist, að maður eigi ekki að vera eitthvað að þér þú veist, það er eitthvað ég hef alveg setið í matabóði þar sem að það var bara að tala hvað, þú veist, fólk sem að efast bólusetningar COVID, þú veist, sé bara heimskingjar ég bara aflíða sat þarna og bara, ok, ég ætla bara ekki að taka þetta þú veist, ég hef bólusett, ég endurtek það ég er líka að díla á smá afleiðingar hormónakerfið mitt bara rugli og ég er mjög þakklát fyrir að við erum bara ángríns, þú veist, eigum náttúrulega bóhumhúsi vefverslun og erum með hormónajafnvægisblöndur sem eru bara að hjálpa mér fáránlega þú veist, en ég finn bara að það eru bara 100% afleiðingar í mínu líkama eftir bólusetningu og ég, þú sé ekkit eftir þessu en ég er svona, þú veist, mér finnst heilbrigt að stoppa, skoða, heyra og aðeins, anda. Það er bara gagnrýnin hugsun líka sem er bara mikilvæg. Og merkt að taka ákvarðanum frá sín eigin forsendum og upplýsingum og maður er sjálfur búin að gefa sér tími og þetta bara að virða það. Og ég meina, mér er svo eins og ég segi, sko, að vera að dæma fara í hópa, að skilja ekki hitt sjónamið og líta bara á sitt sjónamið, þú veist, þetta er bara ekki holdt, sko, og þú veist, það er málið með þessar spurning, ég reyna að fá að ræða þessum skoðunni komið loftu, auðvitað hef ég verið hrættur að segja mér skoðun, af því að fólk líka er bara tilbúið til að grípa mann, tilbúið til að taka úr samhengi, og þú veist, ég fór ekki í bústis á 3. bólusetningu, ég hugsaði, ég var efins þegar ég fór í fyrstu,
skildi báðar hliðar, var svona hikandi, fór í hana, veist, allt góð með það, engin eftirköst, businessið var, ég fyrir 2 til að mig í fokkin friði. Já, einmitt. Það var ekki businessin, að þá stóð ég í lappinu, ég ætla ekki að og ég get alveg sagt að ég fór ekki að sprautu og ætla ekki að sprautu. Já, í 3. sprautuna, já. Og það bara mín ákvörðun og það getur vel einhver fuss og sveigi núna, en þetta bara... En það líka mér svo gott og holdt að mér finnst, og fyrir bara allir sem er að hlusta, að þú tekur meðvita ákvörðun fyrir þig og þú ert að reyna að gera þessi besta sem þú telur þessi best og það margir kannski ósammála, en það má ekki vera þannig að þú meir ekki ræða það og þú sért, það er svo líka smá eins og sért eins og fólk fá svona stimpill. Þetta stimpillinn á þig, þú veist eitthvað, hvaða stimpill? Við erum bara öll að gera okkar besta. Þessi skoðun er betri en þín. Já, og líka þú veist eitthvað svona, svo líka eitt annað, kannski er ég bara húsla skrítin, ég skoða þessi kommentarkerfi varðandi þetta. Og það sem ég er að tala þú veist, þetta er svona, það er ekkert verið að tala málefnilega, svona hroki, heimskingi, halda áfram með álpapir á hausnum. Þú hlýtur að vera grínast vinkona, þú veist, eitthvað svona. Og svo líka bara eitthvað, á hinbóginn líka bara þegar fólk er að full bólusetja sig bara, já, frábært, þú ert bara hjarðhauðna dýr, þú ert bara fylgir, bara, eitthvað svona sóttólfi, eitthvað svona. Mér finnst þetta á báða bóga svo mikið bull. Ég held við náum aldrei neinum árangri þarna í þessum slag. Þetta er bara meikar engan sens, þetta er ótrúlega ómálefnilegt og það er engin hlusta, það er allir bara engin hlusta. Þú veist, eitthvað kasta boltum í hver aðra, þú veist, þetta er bara meikar engan sens. Af því að sko, við tökum bara yfir höfuð einhver málefni og skoðanir og bara við sem manneskjur, þú veist, og allir þessi hópar, ég meina ekki tekið og allir þessi hugmyndafræði sem fylgir þeim og allt það. Við erum örgulega sko, heimurinn er ekki svona svart og hvítur sko, við erum meira grár sko, hann er, þú veist, hvernig getum við mæst þarna og mála grátt saman í staðinn fyrir að ég er í hvít og þú svörtu sko. Af því að þú veist, það er meira líkt með okkur heldur en ólíkt og þeir eru meira sammál heldur að gera grein fyrir hvernig náum við að heyra meiri hvorum öðrum með virðingarleiðaljósi og þá, hvað gerist hljótum að eignast betur heim bara auðmýktin og bara auðmýktin að hlusta og heyra það sem fólk er að segja og líka þess að ég hef sagt við ef ég er vitlaust fyrir mér eins og óþægilt það er og erfitt það er ég samt ég er bara eitthvað ég hef bara vitlaust fyrir mér bara upplýsið mig, þú veist, ef ég ekki var að tala mér finnst bara svo skrítið, það getur enginn upplýst mig þegar umræðin er svona það meikar bara ekki sens mér finnst líka oft þegar ég matabóða okkur svona er ég bara ok, hérna er bara rými bara vinnir sem elskar mig og bara, þú veist, það sama hvað ég segi þeim er alltaf elskar mig og sem bara veldi ég einhverju hugmynd frá, skilur og stundum er bara svona, já, það er ekki hugsað stundum er bara, hefur hugsað þetta er ekki alveg rétt ok, ég er búin að jögla þessar pælingu, ég kom öðru sér sína á hana, ég lærði eitthvað hérna, en þú veist, ég væri bara til að geta gert þetta alltaf. Ángríns, og mögulega það er eitthvað að núti að pæla núna bara eitthvað, ok, þú veist, ég er bara í stappi við fjölskyldumeðlim eða vinkonu eða eitthvað, þú veist, og er bara ósammála eða eitthvað, þá, hérna, þú veist, það getur alveg verið bara sniðugt og bara, ok, ég ætla aðeins, hérna, setja egoð pínlítið hliðar og bara setja sig niður með manneskjunni og segja mér langar mjög mikið að heyra þitt sjónarhorn bara í alvörunni frá kjarnanniðinum og ég ætla bara að þegja á meðan og heyra það sem þú segir og vera forvitin, já, og bara aðtöku að gerist þú veist, og svo væs versa pæli ef allir tækju þetta bara, segjum svo bara manneskjan með álpapir í hausnum og manneskja sem bara er bara full bólusett og bara hlusta bara á Þórólf segjum bara, tökum svo 2 manneskjur og setjast það saman og hún segir bara, ok ég ætla að heyra nákvæmlega hvað þú segir þú sér að heiftin dettur úr samtalinu þó svo þessu ósamála það þarf má alveg vera verið ósamála en þetta þarf að gerast bara svona, þetta er auðmýkt ég heyri hvað þú segir, þú kemur út úr þínu ok, má ég segja þá hvað ég upplifi hérna er mín upplifun og það er bara móðað ok, ég skil þig, þetta er bara allt annað dæmi það er nefnilega hægt að skilja annars sjónarhorn en halda samt í sitt eigin það er nefnilega máli það er bara súperkraftur held ég að geta sagt þetta er mín skoðun, ég skil hérna skoðuna af því bla 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 bla, en ég er bara ekki sammála eitthvað þannig þetta er ótrúlega áhugavert þetta er svoleiðis við viljum ekki enda þetta léttu nótum síðast spurningin ef þú mættir einungis koma einu skilaboð og framfæri út lífið þitt til annar einstaklinga hver væri svo skilaboð? Ég ætla að segja bara hérna, þú komst hingað til að njóta. Fyndu leið til þess að njóta lífsins. Það er bara ekkert flóknar en það. Ég er svona, talandi súperkraft, ég er bara svona, ég er daglega mindblown yfir því hvað, þegar fókusum minn er á að njóta dagsins, sama hvað verkefnið er, þú veist, kannski er eitthvað þungt verkefni, kannski er eitthvað
þú veist, eitthvað sem mér finnst erfitt, kannski eitthvað ótrúlega skemmtilegt, þú veist, það er bara ef ég finn leið til að njóta þess, hvort sem það er að, ég ætla að, þú veist, taka með mér hérna bara geggjaðan kaffibolla inn í þetta verkefni, þú veist, og hafa hérna eitthvað næs á kantinum, þú veist, finndu bara leið til þess að njóta aðstæðana og ef þú finnur ekki leið, þá er mál að skoða hvort að þú ættir að koma þér út úr aðstæðanum og finna nýjar og betri, af því að þú veist, þú komst ekkert einna til þess að lifa í ömulheitunum og veseninu, sko. Nei, bara njóta lotto með það sem að fekk þegar maður fættist í líf. Já, þú veist, og auðvitað þar stundum að vaða drullu, ég er ekki að segja það, þú veist, og lefa sér að vera í skítnum. En svona heilt yfir þá komst hingað til að njóta 100%. og leika þér. Ég held að svona mitt sé svona smá klísukent en ég gæti held ég ekki, minnst oft svona common but not so common. Bara verður þú sjálfur eða sjálf. Mér finnst, og það er ég tala um þetta svo miklu dýpara að segja þessa setningu út við höldum stundum við séum við sjálf, svo erum við það ekki, sko. Og við erum svo oft svo skilyrt og bara búin að læra alls konar hluti sem að meika engan sens fyrir okkur og mér svo skipta svo miklu máli að bara færa sér nær sér og skoða eins bara hver er ég og funkar ég eins og Palli, Kalli og Siggi skilur eða eitthvað, þú veist, bara af hverju er hann að halda í við þá ímynd, er ég að lappin í rými og ég hef oft spurt þessa spurningu, bara ertu 100% sjálfur alltaf og það er bara, kemur alltaf nei, ekki í vinnunni, ekki í dadara, en það er svo, við erum oft svo hrættum að vera hafnað fyrir að vera við sjálf og ég held að þú veist að ég held að við getum fæsti að vera við sjálf bara öllum sviðum lífsins, þá náum við tölvöld meira árangri og miklu meira lífsliði þú veist, að svona líka ef fólk veit ekki hver það er eða þú veist, það er líka bara fólk sem kemur til okkar ráðgjöf og svona, það er bara þú veist, þú veist, fólk finnur alveg stundum að það er bara einhvern veginn svona mótun af einhverju sem einhver sagði að hann væri eða þú veist, og svo bara var mér alltaf sagt að ég væri feimin, þannig ég er feimin og þú veist, eitthvað svona og þegar manneskja virkilega sest niður og skrifa bara hvernig manneskja langar mig að vera þú veist, og bara skrifa þennan óskalista og byrja svo bara á að svona þú veist, leifa bara heilanum og kerfin að venjast aðeins þessum setningum og svona, já, þú veist, er bara mögulegt að ég sé bara þessi manneskja og bara eftir að hleypina þess að og líka bara skafa af álit annara, oftast erum við ekki við sjálf út af álit annara, það verður bara við erum skítrætt við einhver sjá okkur og hafna okkur fyrir það hver við erum, þannig að þú veist það er líka vinna, þannig að þú veist ef við stefnum að vera þau sjálf, það er ákveðin vinna sem á sér staðna og það er oft gott einmitt sálfræðingi, markþjálfa eða bara eins og þú veist með þjálfun og svona, að bara að fólk finnir sér aðeins að tengi við og bara komist á að því til að koma sér nær sér, svona sér næst sér og þetta mér finnst í alvörunni ég hugsa bara og oft ef ég pæli bara þú kæri hlustandi þú veist að þú ert nýræðir á elliheimili þú eittir meiri hluta æviðinnar í því að vera alltaf einhvern veginn aldrei alveg þú sjálfur þetta er svo heftandi og lífi verður ekki jafn skemmtilegt en þess vegna er svo gott að eiga þessa vinnu til þess að færa sér næri skrifu og ég held í alvörunni við líka við erum svo laukur ég held alltaf að ég sé 100% sjálf og ég myndi segja það en ég er auðvitað alltaf einhverja skilyrðingar sem ég kemur ekki grein fyrir og ég er bara ennþá höggvað bara já, þetta henda mér ekki ég bara fyndi, ég hef alltaf gert þetta svona en þetta bara henda mér ekki þú veist, allt þetta, minnst þessi vinna, hún er sexy þetta er gaman, þetta er gott, þetta er erfitt stundum en þetta er svo ótrúlega frelsandi að vera ekki svona, þú veist, þú fáir aðeins að fljúga og ef þú veist nákvæmlega, þú veist, góðu og sterku útgáfun af því hvað þér finnst um sjálfa þig þá ert ekki að leita í hvað öðrum finnst um þig og þarf það ekki Ég held að sé svona svo þegar leggja alltaf borða og berskjálda sig líka bara skilur þetta er bara ég þetta er þegar við okkur kent að skólinni bara verjast ít og býttin sko það er bara svo bara ég bara við bara þróum okkur skjöld ég er nokkuð viss um það lífið snúist að maður leggja skjöldin niður sko og koma gjörsamlega fram eins og maður er á öllum stöðum sko. Já, það færður líka miklu tærar upplifun. Tærar upplifun, það ekki sjálfa þig betur. Fólk, þú líka talandi álit annar, þú veist, fólki sem raunverulega á að vera í lífinu kemur þá sko. Mynda líka dýpri tengingar, miklu dýpri tengingar, öðru í þessu samskipti og jú, það saksast kannski einhverju fólki, þú veist, en það er samt í vinnunni þá er það samt fólk er oft hrætt við það að það saksist af eitthvað fólk sem það vill ekki sleppa en það gerist líka aldrei eitthvað kött, búið, þú ert þú sjálf núna það köttist allt fólkið, þetta er svolítið svona þetta er vinna sem á sér stað og með tímanum hættir að finnast það svona skipta svo miklu máli, þú sérð bara að í heildarmyndinni er þetta betra og þið líður betur og þú ert tilbúin að tækla þá það er aldrei neina eitthvað svona, ég veit ekki hvað það er fólk er alltaf svo hrætt þetta svona kött, búið
þú veist, því líður ógeðslega illa núna, það er alltaf ekkert hugsun sko, að þú veist, ég held að já, hvet fólk til þess að vera svona smá laukur og byrja þess að píla af og finna sér einhvern aðalega til þess að hjálpa af sjá og skoða. Þú mátt vera bara nákvæmlega sem þú vilt, þú veist, hverjum ekki sjá hvað frænguðinni finnst, þú veist, nennu please, hún svona fullkomin eða? Veit hún nákvæmlega hvað hún Svo líka eitt ráð sem ég myndi gefa þarna, þú veist, ekki taka gagnrýni annarra hjá manneski sem þú myndir aldrei sækja ráð hjá. Sem heilugum sannleik. Sem heilugum sannleik, þú veist, við erum ofta að lifa eftir einhverjum annar manna heilugum sannleik, þú myndir aldrei eitthvað, heyrðu, hvert þá ég fær í lífinu, þú myndir ekki sækja ráðhjá svona manneski, samt eftir þóknustinni. Já, það er mjög eða honum, þú veist, þannig að einfalt mál. Morgan Freeman sagði þetta, og hann er legend. Þessum svo líka að þið hafið hvora aðra til þess að gefa ykkur punta á einsýnum og allt þetta. En njóta og að vera maður sjálfur. Þetta er góð loka skilabóð. Mér finnst yndislegar, það er rosa gott og gaman að tala við ykkur, þetta er bara vítaminbomba inn í daginn og hrífst að ykkur, standa ykkur vel, Takk fyrir það. haldið áfram að bera ljósið, svo við fyrir aðeins í dýftina, Það held ég nú. smá hippalegi í lókin. Já. En bara Leiða því að Ég ljósdrakpi. En þeir eru bara, já, þeir eru fyrirmyndir og bara gangur ótrúlega vel í framhaldinu. Ég hlakka til að fylgjast með ykkur og að því að ég heyrði eins og sko kvót sem var að trú, það var að þú trúir á sér hlut á liðið þó þú þekkir ekki beint meðspilarana. Ég veit ég þekki ykkur, en ég trúi samt að við séum hlut á sama liði. Það er ótrúlega flotti punktur. Mér líður nákvæmlega eins. Það er svona, eins og þú sögum, maður kynnist oft nýju fólki og maður finnur samt maður á bara ótrúlega góða tengingu. Þetta meika sens. Þetta meika bara sens fyrir mér, þú veist. Sammála. Shyamalan. Shyamalan. Heyrðu, segjum það. Takk hérlega. Takk sem leiðis.